Velkomin í podcast þátt númer 5 hér hjá Vatnsnesjarn. Ég heiti Kristín og listrænn stjórnandi hjá Vatnsnesjarn. Ég var í síðasti þætti að pípa yfir því að ég sé að kalla mig litara. Mér finnst það eitthvað svo merkilegt starfsheiti, þannig að listrænn stjórnandi hjá Vatnsnesjarn er mitt nýjasta að pröfa það, að vera listrænn stjórnandi. Artistic director er bara listrænn stjórnandi. Það er hægt að finna mig á Instagram sem Vatnsnesjarn, á Ravelry sem Vatnsnesjarn og á Facebook sem Vatnsnesjarn. Þessa dagana er ég með einhverja tilfinningar yfir því að vera á Facebook. Mér finnst þetta orðið ótrúlega leiðinlegur miðill og bara einhvern veginn, fullur af einhverju, ég veit það ekki, rusli eiginlega, þið veitir. Ég kann mjög vel að meta að vera í hópunum sem ég er í og allt það, en já, ég er bara með einhverja tilfinningar yfir þessu. Finnst Instagram meira skemmtilegt og svona, maður getur sniðið aðeins meira af bara sínum áhugaefnum og svona, ég veit ekki, mér finnst það aðeins minni þrýstingur þar inni kannski bara, eða eitthvað þannig. Sem sagt, það er ekki, ég svara alveg skilaboðum á Facebook og það er ekkert það, eða neitt svoleiðis, ég er bara, kona með tilfinningar, það er bara þannig. Ég ætla bara að vinda mér í fyrsta klárið. Það er sem sagt sjali sem ég var að prjóna á í síðasta þætti, sem heitir Light and Up. Ég sem sagt er að prófa, ég er að prófa nýja gerð á garni sem er svona 50-50 silki og merinóil, sem sagt 50% silki og 50% merinóil í sportgrófleika. Þannig að svona nett grófar en fingering, ótrúlega fljót prjónað hef ég komið stað og alveg bara, þetta er draumurinn eini, sko. Ég hafði pröfilita, sem sagt 2 liti, þetta er afgangurinn af, því sem að ég var með sem aðalit og ég ætlaði uppálega sko að gera 2 sjöl, eitt úr þessum og eitt úr þessum fjólubláa sem að er allur út í einhverju. Sem sagt, og svo þegar ég var byrjuð á þessu þá sá ég að það eru 300 grömm á hespunni og það myndi sennilega ekki duga. Þannig að ég bætti bara við sjalið Light and Up sem að ég hafði verið byrjuð á sko á ljósari litnum með og ég sverða. Ég er ógeðslega hrifin af þessu. Þetta er reyndar ekki fyrsta skipti sem ég geri sjal sem er svona mikið sléttprjón fyrst og svo einhvað út það er greinilega eitthvað þeng sem ég hef. En sést í fullu, það er ágætlega stórt, það er alveg faðmur á lengd og efri búkur á hæð. Mér finnst þetta að vera alveg góðar mæleiningar eins og alin sem ég held að sé héðan og hingað eða eitthvað þannig. Gæti verið að ég sé með lengri svona heldur en þú til dæmis eða öfugt. Allavega hana. Og þetta er sjalið Light and Up og ég sem sagt bætti við, fyrir að fyrsta uppskriftin er ekki 2 litir. Og ég bætti við bara fleiri af þessum og enda með svona fjólubláa litnum. Alveg, ég er eiginlega svona feitan inn, Tek litla rönd og svo er 1 rönd í munsturinn hér, 2 í munsturinn hér og 3 í munsturinn hér. Í uppskriftinni er reyndar sko, svona dúskar, svona tassoldúskar sem eiga að vera á singurum megin og ég hef bara eftir að gera upp fyrir mig hvort að mig langar til að hafa svoleiðis á. Ég er ekki, hingað til hef ég ekki verið sko fyrir dinglumdangl. Hvorki, ég ber ekki skartgripi venjulega og veit ekki alveg hvort að ég sé fyrir að sé á þessu en einhver hluta vegna þá finnst mér eins og það gæti verið að breytast. Mér allavega langar sko í hálsfesti núna. Useless info dagsins. Það þurfa allir að vita þetta. En þetta er sem sagt eina
eina klárið í þessum þætti. Haldið sé best að ég vindi mig bara í verki vinnslu. Ég ætla að byrja á því sem ég var að fitja upp á. Ég fitjaði upp á því fyrra kvöld. Og prósessin búin að vera, þetta húa. Ég sem sagt prjónaði stroffið og sem sagt í fyrra kvöld, þið sjáu að það ekki ýkja mikið búið, sem sagt prjónaði stroffið og ætlaði svo næsta kvöld, þá hélt ég áfram og þegar það kvöld var búið þá ég komin hingað. Ég veit ekki hvað í F-inu það en þú veist, þetta sem sagt, þetta munsturprjón bara í einum lit. Sést aðeins og svo oft þegar ég að fara að byrja á einhverju svona munstri að ég get ekki komist yfir fyrstu röðina eða fyrstu umferðina. Þú veist, ég bara alltaf á klúðrinni trekk í trekk og bara, þú veist, það var fyrsta kvöldið hingað og kvöld nummer 2 komin hingað og svo loksins í gær komstu yfir þessa, yfir þessa stóru hindrun. Þú veist, ég sagði frá því einhverjum þætti að ég á pínlítið í svolítið missjóni með garni sem ég að lita, að prjóna úr því, af því að mig vantar fyrir það fyrsta bara að sjá hvernig garnið prjónast. Mig vantar líka að vita, eða þú veist, ég verð að vita hvernig það endist, þú veist, þegar maður í því og bara svona hvernig það haga sér og svoleiðis. Og þetta sem sagt úr Vatnsnesjar, Merino DK, sem að ég verð bara alltaf meira og meira hrifin af, þú veist. Ég var fyrst að hugsa bara, þetta bara einhver merinoill, en þú veist, merinoillin dásamleg, hún mjúk, hún hlý og einhvern veginn samt ekki of heit, ef þú skilur hvað ég við. Það búið að vera ógeðslega leiðilegt veður hérna og þegar ég hef verið að vinna út í Skrúðvangi, að vinnustofan mín þar, það eru sem sagt gróðurhús sem við eigum og út á Laugarbakka, sem næsti bær við Hvammstanga, þar sem ég sit akkurat núna. Og sem sagt, þetta eru gróðurhús og þú veist, það ekkert, vinnustofan mín inni í húsinu sjálfu, en þetta ekki svona súper einangrað og það ekkert kósí þarna akkurat núna. Þannig að daginn þá hafði ég farið í sóldótnapeysuna sem ég prjónaði úr Merino DK og fór svo í þegar að segja hettupeysu yfir og í lopapeysu yfir það. Það nefnilega, ég get ekki litað í úlpu, bæði vill ég ekki fá lit í úlpuna mína og hún bara svo stór og það erfitt að athafna sig í henni, þannig að eiginlega að vera á peysunni. Og það var bara, hinn besta, hvað heitir þetta? Insulation. Það var bara hinn besta klæðning. Þetta var hinn besta klæðning. Það var hinn besta einangrun sem að ég gat bara hugsað mér. Það var heitt, mjúkt, ekki of heitt og svo kom bara hettupeysan, bara einhver bómullar hettupeysa og íslenska lopapeysan utan yfir það. Þetta var bara mest brilliant kombo sem að ég hef á ævi bara hitt, bara vitað af, Eða þú veist. Það sem sagt, þessi húfa heitir Kópuk. Já, Kópuk og frá Bauland Knitworks. Ég fann hana á Ravelry og planið að gera 3 húfur. Allavega 2. Eina úr þessu og svo eina úr líka úr Merino DK en öðrum lit sem heitir Walk in the Woods og sérst afgangur úr sóldótnapeysunni minni. Ég veit ekki ennþá hvaða húfu ég ætla að gera úr því garni, en þú veist að því ég var búin að vera að tala með, ég var alltaf svo gul þegar ég hélt ég væri græn, þú veist, ég hélt alltaf að ég myndi vera að velja mér græn föt til dæmis. Ég á græna úlpu, en þú veist, það nánast það eina. Sér það ég í orange ból í dag, rendur dálítið my thing. En það ég mjög hrifin af hvernig rendurnar kom út í þessu. Og sem sagt,
ég var að segja frá því að ég ákvað sko að nú ætlum ég ekki að prjóna neitt gult meira því að ég á alveg 3 húfur í gulu og fleira að ég ætla að prófa þá í bláum sem einnig ekki mjög, þú veist, það kemur ekkert óvart af því að ég sagði líka frá því að ég kaupi mjög oft svona blá föt á mig sko þegar ég held ég alltaf fram að ég sé by default að velja mér græn föt. En sem sagt, þetta liturinn urð og grjót og hann svona blá, hann bara blár en þú veist, hann blá svona töluvert dimm og það kannski aðeins pínu grátt í honum líka, þó hann sé ríkjandi blár þá samt pínu blátt. Ég held sko, það kannski örlítil vonbrigði að munstrið sem sagt poppar ekki betur út heldur en þetta í þessum lit af því hann svo dökkur eða svona millidökkur en ég held þetta eigi eftir að verða mjög flott húfa samt sko það gert ráð fyrir í uppskriftinni DK-gatni að mig minnir eða sport og móher en mér langaði ekki að hafa móher í henni það líka boblur þú veist þannig að þegar ég búið með munstrið sem kemur í einhvers konar þú veist, það verður eins og ég verið með kórunu. Þegar ég er búin að prjóna svona helminginn á húfunni eða svo, þá gerir maður þessast bublur á efri helmingnum á henni eða svo leys. Og hún rosalega rómantísk eins og húfa finnst mér. Sérstaklega þegar móheyrið á það, þegar kemur svona einhvern veginn, þú veist, en ég bara ekkert í rómantísku skapi með þessu húfu, þannig að mér langar ekki að hafa móheyrið með. Nóg húfur. Það ætti að gera nokkra húfur sko, svo ég segja aðeins meir húfur af því það ógeðslega kalt úti, gott fyrir mig að eiga húfu og líka, þú veist, það fljótprjónaðar þannig að ég get strax séð hvernig hlutirnir kom út, þú veist, á móti þegar ég var að prjóna með peysu eða eitthvað svoleiðis. Talandi að prjóna sér eitthvað, það einnig eitthvað sem að ég búin að vera að hugsa hvernig það sko hvernig það gott að gera sín eigin föt, skilurðu mig. Ég hef meira að segja, sko, ég á saumavél sem ég fekk í jólagjöf í hittifyrra og hef voðalega lítið sko notað. En þú veist, þegar ég hugsa það að sauma mín eigin föt, hversu, þú veist, eins og þegar ég að horfa á þessi föt sem ég hef gert fyrir mig, eins og húfur og peysur og svo ég í sokkum sem að, bæði mamma og tengdu hafa gert. Að þú veist, mér þykir rosalega vænt þessi föt. Þú veist, mér finnst þau góð, þú veist, ég búin að velja sjálf munstrið og græja þetta sjálf til og mér finnst eitthvað annað við bara þessi föt heldur en þessi sem ég hef keypt í H&M og og endast bara í viku líku við. Þú veist, það sem að pæli. Og svo verkefni sem ég byrjaði í janúari fyrra og hélt sem sagt að ég yrði búin með í janúari fyrra, eða þú veist, í mars. En það að prjóna litapröfu úr öllum litunum sem ég hef framleitt og með sem sagt sem reglulega endurtakanlega liti í sjoppunni hjá mér. Þetta búið að taka svo langan tíma að það svona 5 litir inn í þessum pröfubunga sem ég ekkert að gera lengur. Og síðast minnir mig að ég hafi verið, þegar ég sýndi þetta verk í vinnslu, það minnir mig endilega að hafa verið að tala þessa pjötlu og hvernig þetta prjónast upp þegar garn litað, þannig að það svona semilangir þræðir í sama litnum, skilur mig. Sést betur að þú veist, það verður svona hálfröndótt eða svo leiðis. Og síðan þá ég búin að gera þessa þetta ég held ekki að ég búin að tala þetta þú veist, talandi rendur. Þetta sem sagt liturinn viðlíka dásemd. Mér finnst þetta geggjað. Sést. Mér finnst þetta æðislegt. Særi ekki fyrir þér ef ég væri í þessu peysu.
Ég er endur ekki vissum að það myndi takast að gera peysuna, þú veist, að hún væri svona röndótt, þú veist, þegar peysa verið prjónuð, af því að það er ekki það langar að mig grunar að það muni búið til svona litapolla. En hérna, já, mér er eitthvað voðalega hrifin af þessu. Og hinn pröfan sem ég var búin að gera það er actually litur sem var í jóladagatalinu, hann er alveg glænýr og ekki komin á vefinn minn ennþá, en verður bráðum. Það er liturinn Onward. Hespan af Onward lítur svona út. Þessi var í sem sagt jóladagatalinu. Þetta er, og í því var hann litaður á sem sagt BFL nælon sokkagrunnin sem er í fingering gróðleika, og þetta er þá pröfa af því hvernig þetta kemur út. Og á röngunni, eða þú veist, hún getur ímyndið sér garðaprjón svona. Það er gaman að sjá sko líka, þú veist, þú sér hespu á gatni og þú ert alveg bara, geggjaður, svona bara geggja popplitir hérna og bara hérna poppar eitthvað upp líka og þú veist, svo rauður og hérna maður er svo spenntur fyrir þessu. Og ég verð að segja að ég hélt að þetta myndi prjónast öðruvísi, eða sem sagt að liturinn kæmi öðruvísi út heldur en að þessari pröfu. Af því að þegar þetta komið svona og það er bara, sem sagt, þú veist, það er kannski bara ein lykkja með dekksta litnum, fattarðu mig, og það kemur önnur ljósari strax oní hann, þá einhvern veginn, það deyfist, þú veist, effektið af dökka litnum, sem gerir þetta svona kannski meira heillegt efni, eða þannig það stingur ekki alveg mikið út. En þú veist, ég hefði getað haldið að þetta væri aðeins meira aggressíft, eða svoleiðis, en ég er mjög ánægð með þetta. Finnst það skemmtilegt. Já, þetta er sem sagt hérna pröfuverkefni stóra, eina pröfuprjóni sem að hérna ég kemst í út af því að ég er bara ekki nógu fræg til þess að vera beðin að pröfuprjóna eitthvað. Djúk. Ok, annað sem er búið að vera verk í vinnslu fyrir listarinnar stjórnanda í garnhandlitunarfyrirtæki er að lita garn. Og þú veist, það er náttúrulega það sem ég geri og ég er ekki prjónari allan daginn. En ég sem sagt er búin að vera að lita og ég er búin að búa til, og það verður næsta svona shop update, að það verður mini-hespusett. Ekkert af litunum í mini-hespusettunum er litur sem ég hef gert áður. Sure, það kann að vera að sé eitthvað líkt, þú veist. En ég endaði með 39 nýja liti, en ég er ekki að segja að verði 39 sem sagt, litir sem fá nafn og fara bara í sölu, sko, ekki beint þannig. Það er sem sagt þannig að í flestum hérna, mini-hespusettunum verða 8 hespur og það er þá rétt tæplega 2 stórar hespur, eða þú veist. Og svo er ég með 5 hespur í svona DK mini-hespusettum. Og það til dæmis kemur í þessum litum. DK mini-hespusettið. Ég er ógeðslega hrifin af þessu líka. Þetta er svona pastel, þeist, bara pastel lita paletta. Með ljósgráan, bleikan, neutral, bara svona beige, ljós beige litaðan, grænan og aðeins dekkri gráan. Þú veist, oh my god. Ég er enda búin að vera að leita að þessum bleika, ekki akkurat þessum, þú veist, ég er með einhvern bleikan í hausnum og ég vil fá hann, en ég er ekki búin að, ég held ekki að ég sé búin að finna hann almennilega. En þetta er sem sagt, þetta er ein litasamsetningin, ok, lík, sorry, þetta er silfra sem ég á fyrir og þetta er greyftistein, 37. 9 litir. Og auðvitað er einhvað líkt, þú veist, eins og þessi hann gæti alveg verið liturinn sem ég kalla at the beach, en hann er ekkert speklaður. Hinn liturinn er speklaður pínu liti með grænu, en ekki þessi.
Mér finnst þetta koma ógeðslega vel út. Hvað er hægt að gera úr þessu? 100 grömmum af DK-garni, nú húfu. Eða ef þú ert með, til dæmis, ef þú ert með, langar að gera sóldotna, þá gætirðu nota mínihespur í eitthvað munstrinu. Vettlinga, það er hægt að gera vettlinga úr, einni hespu af DK-garninu frá mér. Eitt par á konu, ekki svona langa eða neitt. Bara, venjulega konustærð, kannski meira að segja, ég hef mikið mannahendur, mér er eitthvað stórar, stórar hendur. Það myndi nást, vettlingapar úr því. Ég var einmitt að hugsa með þetta, svo ég vaður einu í annað, áganginn á svona silkigarni, að amma gerði alltaf handstúkur. Og ég átti lengi vel, þetta er bara svona, ég átti lengi vel handstúku og þar voru gjarnan með perlum, svona perlumunstri á. Og man alveg eftir þegar maður setti þetta á sig þá eiginlega hlýnaði manni bara svolítið. Af því að þetta er svona í þægilegum grófleika, þá var ég að spá ég að kannski finna mér einhver uppskrift af handstúkum og nota afganginn í það. Þetta er verið í stíl, með handstúkur úr þessu og svo með sjálf. Já. Sem sagt, eitt mínihespusettið sem er með 8 litum í, þá ákvað ég að taka, og það er bara svona randomly litað, þá ákvað ég að taka alltaf 1 lit úr síðustu hespu og nota hann í næstu hespu með fleiri litum, fattarðu. Þannig ég byrjaði á þessari sem er svona blá-græn lit og tók 1 grænan sem ég hafði notað til að lita í þessari yfir í næstu. Og það skapar nefnilega svolítið skemmtilegan kontrast milli bláa og gula og fjólubláa og gula. Svona andstæði litir. Svo tók ég fjólubláa úr þessum og sett hann í þennan með. Svo tók ég hennan fjólubláa og notaði hann í þessa. Flutt hann yfir. Og svo tók ég bleikan, appelsínugulan sem að ég notaði í þennan sem sést ekki, hann sést alveg aðeins í appelsínugul. Það er svona laxableikur en dökkur, mjög dökkur. Og flutt hann yfir hingað. Og svo tók ég hennan skærbleika og flutt hann yfir hingað og blandaði í aðeins svona dökkum eða svörtum lit. Og öðrum bleikum sem er aðeins kaldari bleikur. Og næst síðast þá tók ég með þennan kaldari bleika lit og flutt hann hingað og bætti við svona læmgrænum og flutti svo læmgræna litin yfir hingað og bjóð til, ekki bjóð til, heldur bætti við svörtum og svona brúnum, svona ryðbrúnum lit. Ég er mjög hrifin af þessu. Þegar maður er að vinna með liti og er bara að blanda sjálfur og eitthvað svona, maður fær svo mikið út úr því að sjá hvernig þetta kemur út og bara, einhvern veginn litir eru bara svo ótrúlega fallegt fyrirbæri. Þannig að þetta sett, það kemur svona út. Mér finnst, ég hefði, kannski hefði þetta verið, eitthvað betra, en það er gott að hafa einn poppara með. Ég er handviss. Þetta sett verður á 2 gerðum af garni. Mér minnir endilega að sé annars vegar sokkagadd sem gæti verið áhugavert, að búa til sokka og svona feiti. Og svo, BFL ull. Annað segja, þetta er óslega hressir litir. Svo var annað sett sem er kannski aðeins meira niður á jörðinni. Það er þetta Töluvert af svona pastellitum og ég er persónulega hrifin af öllum þessum. Eins og segi, ég var að leita að, einum eina sanna bleika.
Þetta er bleikur, þessi sem ég er með í hausnum, hann er ljósbleikur og ég held jafnvel kannski að það væri þessi. Og aftur þá á ég svipaðan lit, hann er aðeins meira bleikur, heitir Kampavín og jarðarber og hann er speklaður með rauðu. En þessi er ekkert speklaður. Þessi finnst mér líka totally gorgeous, mér finnst að minna mig bara á rósir eða eitthvað svona. Og sömulegis þennan, þú veist, ég geti séð fyrir mér Sorrel-peysan. Hafið þið séð hana? Það er svona feit í henni. Er þetta það? Oh my god, gæti verið. Og kannski hvítt móhair yfir, eða þú veist, bara litað í þessum hérna bara neutral eða pínulítið bleikt. Það gæti verið. Kona gæti verið spennt. Sem sagt. Og þessi hérna með til að mynda kontrast. Svo er hinn helmingurinn á partíinu þessir hérna litir. Og saman er þetta cirka svona. Þú veist, þessi hérna er töluvert líkur Lagoon litnum. Og þessi er svolítið líkur Iris Setter sem ég litaði fyrir afmælið hennar Eddu í fyrra. Talandi afmælið hennar Eddu, þá á búðin hennar afmælið aftur, núna, 3. febrúar. Og 2 af þessum 37 nýju litum eru einmitt afmælislitir fyrir hana. Í sjal sem að Ardís hannaði og verður afmælissjalið verður gefið út að ég held örugglega í afmælinu eða eitthvað svoleiðis. Hann er svolítið svipaður, hérna, þessi hespa, eða þessi litur er svipaður afmælislitnum síðan í fyrra, sko. Og þessi er vissulega pínlítið í áttinað olive. Ég held hann sé aðeins gulari eða aðeins skærari eða svoleiðis. Einmitt. Svo er ég með svona svart, bleikt, blátt þema í gangi sem ég valdi mér að lita eina svarta. Þetta mun koma á svona með gildu í, glitrandi gildu í, þetta er gatt sem ég kalla Goldie. Ég er ekki með það sko til sölu venjulega að þú veist það er ekkert að panta þannig en ég á það af og til. Og þetta sett sem ég er að fara að sýna núna verður meðal annars á því gatni í míniasmuformi. Ok, byrjaði að taka svartan eða svona hérna koksgráan og bæta svo við fjólubláum og svörtum. Og svo vatt ég mér hérna út í bláan með sömu fjólubláu speklum í. Og svo ákvað ég eitt ljósgráan sem er mjög létt speklaður með svörtu eða þú veist hérna koksgráu. Og svo fór ég út í annan ljósan en sem er gulur og svartur. Ég svolítið hrifin á honum líka. Og það er svona aðeins ryðbrúnt í honum líka. Og svo fór ég áfram með þetta fjólubleika flúf sem er í gangi þá hérna. Og eitt svona ljósan með og eitt dekkri bleika. Þetta er nokkuð gott. Ég held að þetta geti verið ógeðslega flott svona sjal, feitað sjal. Síðast en ekki síst þá er það þetta feit eða þessi blanda. Þú veist það er eins og ég sé ógeðslega góð með mig af því að ég lita þetta en ég er bara, þú veist, ótrúlega hrifin af þessu. Mér finnst það ógeðslega flott. Já. Sem mér finnst einnig koma svakalega vel út í feiti. Ég er ekki að tala steikingafeiti, nei, svona feit, þú veist. Aflíðandi breytingar á lit, gradient. Aha. Svo ætla að snúa þessu við, til að bæta næstu 2 við. Og popparinn. Mér finnst það sturla.
Þetta á kemur meðal annars á Goldie-garninu sem með sem sagt gullstelína í. Þið sést já, þið sést aðeins. Það sem hefur verið í gangi hjá Vatnsnes Jarn undanfarið að það að þróa nýja liti og setja saman mínihespu kit eða mínihespu sett fyrir ykkur og þar fyrir utan hef ég verið að leita fyrir búðirnar þannig að það kemur allavega eitthvað nýtt í gatbúð Eddu núna fyrir 3. febrúar sem afmælið hennar og svo var ég að fá sendingu af ólituðu garni að utan og í því meðal annars DK tvítgarn. Massíft spennt yfir þessu. Þú tekið eftir að prjónarar og svona garnfólk alltaf svakalega spennt. Það alltaf bara so excited að þetta spennandi og æðislegt. Sem sagt, ég spennt, ég vildi að ég hefði ekki þörf fyrir að gera heila peysu úr þessu af því að þú veist, ég hef alltaf bara klukkar á kvöldin til að prjóna væri til í að þú veist, geta gert hana bara brink og geta sýnt þér strax en ég mun lista þetta garn til sölu á vefnum hjá mér þannig að þú getur pantað í hvaða lit sem þú vilt fattarðu mig strax og svo verður þetta líka í shop update sennilega sko ekki núna heldur eftir það. Ég held ég sé að reikna með að gera shop update tvisvar, eða þess að 2 vikna fresti, en ég þori ekki að lofa því, af því að það bara mjög oft sem að lífið bara tekur yfir og ég nenni ekki eða þú veist, ekki ég nenni ekki, ég vill ekki búa til heimatilbúna pressu á mig, af því að það svo mikil pressa annars staðar frá. Þú veist, það óþarf að bæta því á sig sjálfur eða svoleiðis hef ég lært og komist að. Þetta var þá bara allt verk í vinnslu, hvort sem það var eitthvað sem á prjónunum eða það sem ég hef verið að lita. Og það var reyndar eitt í viðbót, það hafði samband við mig. Á Sauðárkróki getur þú keypt garnið mitt í safni sem heitir 1938, Battle of Iceland eða eitthvað svoleiðis. Og þar inni eitthvað sem heitir Gránukaffi. Ég hef ekki komið þangað ennþá en þær voru í bandi við mig og að fara af stað mögulega með eitthvað góðgerðarprjón. Ég held að sé að prjóna sem sagt svona sjúkrabílabánsa sem æðislegt. Og þær spurðu mig hvort að ég myndi vilja að koma að þessu að einhverju leyti sem að ég bara mjög til í og ætla að útbúa fyrir þær sem sagt svona pakka af garni sem að verður sem sagt þegar maður handlitar garn að þá verður til ákveðin haugur af garni sem maður ekki beint hægt að þú veist fara endilega með í almenna sölu. Það ekkert að þessu garni sko. Anywho. Og í því sambandi var ég að spá í að bjóða til sölu svona afgangapakka og sem sagt gefa ágóðan á þeirri sölu í einhverja góðgerðarstarfsemi. Þú veist, það ekki eitthvað? Niðurst það? Ég meina, þá hægt að breyta þessu sem bara í haug heimi hjá mér í pening handa einhverjum sem þarf það eða einhverju starfsemi sem að fattiði mig. Og þessa pakka ætla ég að fara í að setja saman og bara koma á netið hjá mér sem fyrst. Og vona bara sem flestir taki vel í það og ég kannski finna eitthvað gott málefni til að styrkja. Meira af garntengdu prjónalífs stöffi ég ekki með en dettur í hug að bæta við þessa þætti því sem að gerast í mínu lífi. Til að mynda þá keypti ég þetta hús sem ég seti í. Það mjög skemmtileg saga að segja frá því. Þetta sem sagt í annað skipti sem ég kaupi þetta hús. Ég keypti það fyrst þegar annað barnið okkar var 9 mánaða. Það hefur þá verið árið 2003. Þá keypti ég þetta hús. Þetta tiltölulega lítið hús. Það eitthvað 130 fermetrar á 2 hæðum. Stigin upp, sér þarna. Og þá sem sagt voru við 4 í fjölskyldunni.
og á efri hæðinni þá voru sérst bara 2 herbergi í sinnkvorum endanum og við vorum bara í einu herberginu og krakkarnir voru saman í einu herberginu. Og svo fáum við þá flug í hausinn að vera búin að fá algjört nóg af þessu smábæja lífi út á landi. Þarna erum við erum 26 þarna, þá erum við búin að eignast sem sagt 3. barnið sem er 14 ára í dag, hvorki meira né minna, og við teljum sko þá að þetta hús sé bara allt og lítið, það eru bara 2 herbergi, þetta mun aldrei ganga upp og þú veist, við erum bara farin suður, þetta er bara búin að fá nóg af þessu, bara þetta er búið spil. Og sem sagt fluttum suður og vorum þar í Reykjavík og vorum þar í Hafnarfirðinum í ár og fluttum svo þaðan út til Danmerkur, þaðan sem að við síðan komum hingað fyrir 2,5 ári síðan, aftur. Þú veist, ég er að hlæja þess að því að við erum komin hingað sem sagt aftur og nú erum við 6 í fjölskyldunni. Reyndar er sá elsti fluttur að heiman og hann býr ekkert hann býr í þessari götu, þú veist, lengra þangað. Það munar svona, ég held að sé 30 húsnumar á milli okkar, en býr þar með sinni kærustu og 2 köttum. En sem sagt, þegar neyðin er stór, eins og húsnæðis ástandið í þessu sveitafélagi er búið að vera núna undanfarin ár, það er bara búið að vera þannig að það er ekki búið að vera neitt húsnæði. Takk fyrir bless. Og þú veist, fólk á bara mismunandi mikinn pening, svo kom þetta hús á sölu, seldist ekki strax, þannig að við fengum að leigja það. Og við vorum búin að leigja það sem sagt í 4-5 mánuði þegar ég ákvað og nú ætlum ég bara að prófa að kaupa það. Fyrst það er ekkert annað og þú veist, ekkert annað sem að er til sölu sem að er í mínu, þú veist, í mínu verðmengi eða fattið hvað ég veit. Og það er þess vegna sem sagt sem að ég er búin að kaupa þetta hús aftur. Ég gæti ekki verið meira ánægð með að vera komin með sem sagt mitt eigið húsnæði. Það er ekkert óþægilegra en að vita ekki hvort þú ert með framtíðar húsnæði eða ekki. Þú veist, það er búið að vera, við erum búin að vera í leiguhúsnæði núna síðustu 10-12 árin og þú veist, það er bara ákveðið svona óöryggi sem fylgir því að búa í leiguhúsnæði á Íslandi. Úti er þetta einhvern veginn allt annað, þú veist, það eru bara risastór leigufyrirtæki sem að eiga húsnæði og þú leigir aldrei í bara eitthvað 1 ár eða þú veist, það er sjaldan. Og þú veist, leigusamningurinn er bara teygjanlegur og þú getur sagt honum upp bara þegar þú ætlar að fara og það er fullt af fólki þar sem býr bara alltaf í leiguhúsnæði, það kemur aldrei til greina hjá því að kaupa. Þú veist, það er bara misjafnt hvað fólk vill. En er það bara eitthvað svo bæði óheyrilega dýrt, það er ógeðslega dýrt að leigja á þessu landi. Líka orðið út á landi, ég er rasandi í þessa. Og sem sagt, bara það að vera komin með mitt eigið húsnæði, þó það sé að of lítið, það er reyndar komin fleiri herbergi þarna uppi en þú veist, þau eru svona lítil. Og þú veist, og hafa sem sagt þá tilfinningu að maður þurfi, að maður geti í raun að vera sest að, þú veist, nú geti bara sest inni, þú veist, við erum að fullu eins og bara að skemmta okkur við að ákveða hvernig við erum að mála. Þú veist, við erum að vinna í að mála eldhúsið, þá eftir að mála hvernig er ég að benda hingað, þú veist, þá eftir að mála vegginn þarna bakvið og eitthvað að reyna að, þú veist, stjórna því hvaða hlutir eru þarna. Eða þú veist, við fluttum úr að ég held 300 fermetra húsi á Reykjaskóla sem við leigðum þar sem sagt í tengslum við að hann var að vinna, að Þorvaldur var að vinna í skólanum sem er þar og fluttum svo hingað í 2/3 minna húsnæði með allt of stóran sófa og allt of stórt stofuborð og þú veist okkur að finna út úr þessu, það er bara besta tilfinning í heimi að geta bara verið að því. En það er náttúrulega ákveðið fyndið að kaupa sama húsi 2 sinni á sinni ævi. Svo er ég bara full í að skipuleggja skrúðvang. Það fer að koma að því að við setjum niður fræ og við erum fyrir smá skemmdum þarna út frá í veðri og frosti þannig að nú erum við að vinna að því að laga þær og gera tilbúð svo að sé hægt að kveikja rafmagnsljósin og eyða peningum í rafmagn til þess að rækta tómat og gúrkur og paprikur fyrir næsta komandi season.
hænurnar okkar sem við erum með 16 hænur. Þannig að sýna þér aðeins eggin sem að ég er búin að vera að setja á Instagram líka, kannski að við séð þetta. En mér, þú veist, ég veit ekki hvort ég myndi nenn að hafa hænur sem myndi bara gera hvít egg. Sko, þau eru svona ljósbrún. Þetta er blátt, sko, ef þú skildir ekki átt að það á því. Bleikt, það sést ekki nógu vel. Þetta egg er bleikt með hvítum doppum á, hvít dröfnótt bleikt egg. Eins konar grænbrúnt. Þetta bleika við hliðina og svo bláa. Sést kannski betur litirnir þau eru svona saman. Og eitt aðeins grænna. Heldur en þetta bláa hérna. Það er svona ljósblátt. Og svo koma stundum egg sem eru svona brún og þau ég hef líka verið að fá þennan lit með svona brúnum doppum á. Mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég er með 2 tegundir af hænum. Önnur heitir Success, það er hægt að segja, sem ég held örugglega sé að gera bara brúnegg. Mér finnst það eins og það sé þannig að þær sé að gera svona brúnegg. Og svo er ég með hænur sem heita Easter egger, sem er að gera öll þessi bláu og grænu og dröfnóttu og bleiku og ljósbrúnu egg. Væri endilega til að þú sæir betur að þetta er bleikt egg. Þú veist, ég samlita höndin á mér. Hún er náttúrulega bleik. Anywho. Og þá er þetta bara komið í bili. Ég fór yfir það sem ég kláraði sem var sjal og ég fór yfir það sem ég er að prjóna akkurat núna þó að þú veist ég er búin að fara yfir fleiri verkefni í öðrum þáttum bara þú veist það sem að er efst á baugi akkurat núna og ég er búin að fara yfir all mini-hespusettin sem að ég er að gera og koma í sölu í sjoppunni núna. Ég er að vona að það gerist bara núna helgina. Það er sem sagt, hvað er í dag? Ég veit það ekki einu sinni, það er eitthvað 24. janúar eða eitthvað svoleiðis og föstudagur, þannig að ég er að vonandi að vera komið kannski á laugardaginn eða sunnudaginn. Minn pottill láta vita á Instagram og Facebook. Kannski verður þetta bara komið þegar þetta vídeó kemur út. Lofa engu, gleymdi einu, en það eru þess að prjónamerki sem verða líka í þessu shop update. Þau eru prjónamerki sem ég bý til, þannig að 8 hringir í hverju boxi. Boxin eru svona. Þetta er í raun og veru bara ótrúlega hefðbundin hringprjónamerki sem eru bara ótrúlega þægilega að hafa með eitt hérna. Þú veist, það renna ógeðslega vel yfir að þú veist frá hverjum prjóni yfir á hinn og þú veist, festast ekkert í gatninu eða neitt þannig. En ég er hrifin af þeim sko og er síðan vonandi að fara út í að framleiða fleiri prjónamerki sem eru alls konar. Svo á ég ennþá til pókana, ég hafði hannað póka, verkefnapóka fyrir jóladagatalið og þeir eru núna einnig til sölu á vefnum mínum. Ég segi þetta bara gott á þessum fína föstudegi og ætla að njóta þess að það sé ennþá dagsljós og jafnvel líka að njóta þess að það er ekkert rok hér í dag. Bara litlu hlutirnir, krakkar, litlu. Sjást næst.